þá komið að marsleiðsögn fyrir naut. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við dælum okkur beint í lesturinn. Byrjum á því að athuga hvaða naut ég er að tala við. Við fáum svo komandi tíma á næsta misseri uppákomur viðburði áskoranir auðranir. Það er framundan hjá þessu nauti. Og leiðsögn fyrir naut. Og áhrif fram í framtíðina. Og bara eitt spil. Takk. Ok. Kæra naut. Þegar við lítum aðeins tilbaka, þá er ýmislegt í fortíðinni þar sem að þú hefur farið í gegnum rússíbana lífsins með tilheyrandi lægðum og erfiðleikum. En það er að baki. Þú ert búið að setja þá erfiðleika á bakvið þig. Suma erfiðleikana settur þannig á bakvið þig að þú eiginlega ætlaði bara að henda þig í ruslið og láta gott heita, en hefur kannski þurft aðeins meiri vinnu. Margt sem þú hefur unnið úr og svona áttið á eftir að hyggja. Það er alltaf svolítið maður sér alltaf alveg fullkomlega þegar maður horfir tilbaka. En við lærum bara áfram í lífinu. En það eru hérna stærstu erfiðleikarnir að baki og þú skapaði þér sjálft bara bjartari tíma, bjartari framtíð. Þú ert búið að byggja upp greinilega mun betri aðstæður, forma þér þinn farveg sem er mótaður af gleði, jákvæðni, þinni sýn, svona þinni vegferð og það sem þú vilt, ekki það sem að fólkið í kringu eða samfélagið hefur krafið um. Það heldur ertu búin að byggja upp frá þínu sjónarsviði. Og þú ert í dag á þannig stað, eins og ég sagði, þú ert búið að byggja þarna upp, komið þér á stað þar sem þú ert með ákveðið öryggi og það er eins og að í dag sértu þá svona tilbúnara til að kannski að hreinsa betur upp eitthvað úr fortíðinni sem að þú kannski stakkst svolítið bara svona ofan í skúffu og ætlaðir helst bara að láta gott heita og gleyma. Og svona þú ert að sjá betur svona hvar þú gæti fínpússað, hvar munstrin þín eru. Það er svona þú ert að horfa svolítið að sjálft þig frá nýju sjónarhorni. Þú ert svolítið að taka í rauninni eins og skref út fyrir sjálft þig og horfa á þig utan á komið séð og reyna að taka hlutlaust sjónarmið á sjálft þig, sem er mjög hollt. Bara að reyna að horfa þess að sjálft sig, hvernig maður er bara í einlægt, ekki reyna að fegra, ekki reyna að afsaka og ekki dæma. Og mér finnst eins og þú sért svolítið í því núna, að horfa bara á hreinskilið og heiðarlega hver þú ert með öllu þínu mannlega breyskleika og öllu, án þess að dæma sjálft þig og án þess að afsaka sjálft þig, til þess að betra þig, þroska þig, efla þig. Og þetta er svolítið það sem er framundir hjá þér, af því að þetta er áskorun og það er áskorun áfram, þetta verður áskorun núna komandi misseri. En þetta er áskorun sem þú ert tilbúið í, þú hefur verkfærin í þetta, þú hefur stuðningin í þetta, þú hefur styrkin og þroskan í þetta sem þú hafðir kannski ekki þegar þú varst yngra. Það er líka oft það, við erum ekki alltaf tilbúin, við höfum ekki verkfærin sem við þurfum til að takast á kannski einhverjum stærri málum. En þú hefur allt í dag og ert að afla þér þar auki jafnóðum, ert að afla þér fleiri og nýrra verkfæra. Þannig að það er svolítið verkefnið þitt núna. Og leiðsögnin er að gefa þig bara alveg í þetta, að mæta þessu með ástríðu
og elsku, af því að þó að þetta sé erfitt, þó að þetta sé áskorun, þú ert að elska það sem þú ert að gera og þú ert að gera þetta af kærleika gagnvart sjálfu þér og gagnvart fólkinu í kringum þig, af því að þú ert að þroska þig. Þú veist, þó það sé númer 1 og 3 fyrir þig, þá hefur þetta betrandi áhrif á þína allra nánustu. Þú ert þá, fyrir vikið, þá ertu sjálft, þú veist, það er þannig þegar við erum að þroska okkur sjálf og þegar við erum heiðarleg gagnvart okkur sjálfum, elskum okkur sjálf nógu vel til þess að efla okkur, að þá erum við þar að auki betri vinir, betri makar, betri foreldri, betri börn, þú veist. Við erum heilstæðari einstaklingar og erum heilli í samböndum og samskiptum. Þannig að þú ert að gera þetta af elsku og væntumþykju og hafðu það alltaf fyrir sjónarmið. Sérstaklega þegar það kemur að því að þú rekur þig svona á stærri skuggana, stóru málin sem er erfitt og þig langar að flýja undan, að mundu af hverju þú ert að gera þetta, þú ert að gera þetta þegar þú elskar sjálf þig, þú elskar líf þitt, þú elskar þína nánustu sem að þú hefur valið inn í þitt líf. Veist, þetta er allt af ástríðinu gert. Það er enginn að neyða í þetta, þú ert að gera þetta þegar þú vilt það. Af því að þegar koma svo, og það er það sem að framtíðin er svona aðeins að benda á, þá munu koma tímabil þar sem þið langar til þess að bara henda þessu öllu frá þér, það er að segja vinnunni sem þú ert að gera núna, þú myndir vilja henda þessu frá þér, bara henda þessu ruslið bara og fara í hináttina. Að þetta verður erfitt. Og það er óhjákvæmilegt í allri svona vinnu að við þurfum að standa frammi fyrir svona stóru skuggunum okkar, taka á stóru málunum okkar, eitthvað sem okkur langaði ekkert til þess að þurfa að díla við aftur, en það kemur að því og það er erfitt og það er þungt og okkur langar oft bara til þess að henda því ruslið og ekki díla við það, en þá kemur það bara alltaf aftur. Og það er svolítið verið að minna það á mundu af hverju þú ert að gera þetta verður erfitt en þú getur þetta. Og það borgar sig alltaf eftir á, þetta verður alltaf svo miklu betra eftir á. Ekki gleyma því heldur. Og við skulum fá smá aukaeinsi hér. Svona. Og hér er einmitt verið að benda á, þú ert búið að vera að byggja sjálft þig og allt þitt upp og mótaði nýja grunn og búið að fara í gegnum ákveðin tröppugang sem var á köflum mjög erfiður, þú ert búið að koma þér upp mesta hjallan og ert í dag með þetta öryggi og í þannig aðstæðum að núna er tíminn til að gera þetta sem þú ert að gera. Vinna í sjálfu þér þessu leyti. Garfa í munstrið þín, kafa í skuggana þína, gangast við sjálfu þér bara heiðarlega og hreinskillega eins og þú ert, elska það sem þú ert, með öllum þínum breyskleika og göllum og samt rækta það sem þú hefur, þú veist, að gangast við öllu sem þú ert, sýna sjálfur þetta mildi, þú veist, þetta eru smá átök, það er ekki hjá þig komist, en einmitt þess vegna svo mikilvægara fyrir þig, þú veist, að gera þetta af kærleika, gera þetta af elsku, sérstaklega gagnvart sjálfu þér, fara inn í mýktina þína, þú veist, af því að það eru nógu mikið af átökum í þessu, sem krefjast svona drifkrafts og atorku og svona þetta sem við köllum svona að kýla á það og svona harka af sér. Það er nóg það í þessu, þú þarft ekki að bæta við, þú þarft ekki að bæta meiri hörku ofan í það. Þú þarft ekki að temja sjálfu þér að harka ennþá meira af þér, bíta á jaxlinn, fara á hnefanum. Það er nóg það undirliggjandi, ekki bæta þeirri orku sjálft ofan í það, ekki bæta meiri hörku í þessa vinnu. Ef eitthvað er bættur við mildinni.
sérstaklega þegar kemur að því að gangast við skuggunum þínum, að þá þarftu að sýna sjálfu þér alveg sérstaklega mikla mildi til þess að geta fyrirgefið sjálfu þér skuggana þína og breyskleikana þína, elska þig þrátt fyrir og elska hver þú ert með öllum þínum mannlegu breyskleika og göllum. Það er akkurat, þú þarft meiri mildi frekar en hitt. Sérstaklega af því að þetta verður, það koma erfiðari verkefni út frá þessu, það verður alveg sár verkefni líka og þá þarftu að knúsa sjálft þig svolítið vel, ekki píska þig. Það er búið að vera nóg það er nóg erfiðleika og átök í gegnum bara ferli, í gegnum vöxtinn, í gegnum allan annan þroska. Þú þarft ekki að bæta á hörkuna. Ef eitthvað eins og ég segi, bæta bara meiri mýkt og mildi og svona knúsum og kossum á sjálft þig inn í þetta. Ég ætla að fá hérna eitt orkutank til þess að taka heim og saman, ein stutt skilaboð í lokin. Það er hérna hveitistráið sem er táknmynd þess að það sem þú vökvar það vex. Það sem þú gefur gaum og athygli, það er það sem þú ræktar. Og þá er akkurat áminningi þarna, hvað ertu að rækta í sjálfan með þessu öllu saman, með allir þessari sjálfsögnu, með því að vera í þessu sem þú ert að gera. Hvað ætlar að rækta? Ætlar að rækta meiri hörku í sjálfu þér eða ætlar að rækta meiri kærleika og alúð? Er markmiðið að rækta sjálft þig svo að þú getur bara harkað meira, til þess að þú getur pískað sjálft þig meira, til þess að þú getur verið meira hörkutól? Ég held að svara við því sé nei. Markmiðið er að elska meira, elska betur, vera í kærleika, vera í mildinu, líða vel og þá þurfum við einmitt sjálfsmildið og kærleikan. Þannig að mundu það og þetta gildir náttúrulega að sjálfsögðu sjálft þig líka og vinnunum sem þú ert í. Það sem þú vökvar það vex, mundu þessuna að vökva sjálft þig og það er akkurat það sem þú ert að gera. Þú ert búið að plægja akurinn, núna ertu að róta upp grjótinu, rótanu sem þú vilt ekki hafa, gamla rætur sem þú vilt ekki hafa, þú ert að hreinsa akurinn til þess að sá að nýju. Og hvað ætlar þú að sá? Hverju ætlar þú að sá? Og svo heldur áfram að vökva og rækta. En þá ætla ég að segja þessari lesum lokið. Ég vona skilaboðin athyglisverð til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.